Tetra Pak. Komið þið sæl. Hálka að gera okkur lífið leitt víða land og þannig nú svo oft þegar að hiti að dansa í kringum frostmarkið þá getur bráðnað yfir daginn og svo snögg fryst að kvöldi og næturlagi. Þannig að það það sem við höfum verið að horfast í augu við í dag og ekki að sjá endilega að þetta sé mikið að breytast hjá okkur næstu 2 sólarhringa allavega. En var þetta stöðun á hádegi í dag eða í dag hér síðla dags að þá var lagð hér suðaustur af landinu og lagadrassi lá hér inni við suðvesturhornið með úrkomu á köflum en lagðin sjálf verið að leita hér til norðausturs og verður svona megnunum til norðanátt á morgun sem getur orðið svona þar að framleiða stundin okkur hvers austan til á landinu. En einnig getur fyllt þessu og í lagadrænu úrkoma sérstaklega þá norðan og vestan til á landinu og við getum fengið það í formi slittu, snjókomu eða rigningu. Getur verið svona mjög þunn lína þar á milli. Við sjáum á hitasviðinu að það svona kemur eilítið hlýra lofti inn en þetta engin veruleg hlýindi getur við sagt allan tíma en þegar norðanáttin nær síðan yfirtökum á morgun aftur að þá kólnar nú hjá okkur aftur sinn en síðan eins og sagði áður og við sjáum betur eftir að þá fáum við síðan hlýtt innskot í þetta þegar halla tekur á helgina. Skriðum aðeins nær, við sjáum hér úrkomusvæði yfir sunnanverðu landinu, svona skýjað mestu land allt og dálítið strekkingur í þessu hér úti fyrir suðausturströndinni og verðum hérna með þetta drag inn yfir sunnanvert landið og sjáum úrkomuflekkin okkur víða bæði norðan og vestan til en þetta slepp nú svona mestu leiti hér allra síðust á landinu. Klukkan 8 fyrramál verður staðan á þessa leið. Hiti svona almennt séð í kringum frostmarkið, væntanlega getur nú verið aðeins harðara frost en svo í innsveitum og eins og fyrr sagði þá úrkoma bæði norðan og vestan til og jafnvel sums staðar á Austurlandi líka. En þegar lægðin leita lengra til norðaustur þá verður vind á smám saman norðlægri en dragi þó að skila af sér úrkomu hér inn á suðvesturhornið líka. Og síðla dags á morgun eða klukkan 18 og þá verður hitatölur nú ekki mikið breyttar almennt séð í kringu núllið og eins og áður sagði það svona erfitt hvað var þar hálkuskilyrði og það síðan ekki fyrir rauninni líður síðan á aðalfránum föstudag sem að mun rofa til sunnan til á landinu sunnan og vestanlands en áfram á þá reikna með dálítið úrkomu norðan og jafnvel austanlands líka. Og á laugardaginn þá ætla það nú svona verða svona nokkuð svipað áfram, það norðanátt ríkjandi hjá okkur, úrkoma sérstaklega þá á norðausturhorninu en bjart veður og kalt hér í sunnan og vestan til á landinu og síðan virðist alltaf byggja sig upp veikt háþrýstisvæði á laugardaginn, þannig að það getur orðið af að kalt sérstaklega þá í innsveitum að næturlagi og síðan þegar líður á laugardaginn þá byrja smám saman að anda af suðri hér vestan til á landinu og hitatölur mun hægt og bítandi þá fara hækkandi og enda þá lægð sem á leiðinu og hún mun koma hér inn af þó nokkur þunga á sunnudaginn eins og við sjáum hér og við sjáum að þéttar þrýstilínur síðdegis og sunnudag tölur úrkoma í þessu sunnan og vestan til á landinu ætti að vera þurrt að mestu norðan og austanlands en það svona vindurinn kannski sem hefur verið aðamáli hjá okkur það getur verið mjög kannski strengir í þessu það sem vindur stendur af fjöllum en hitatölur væntanlega ná vel yfir núllið og getur náð beggja stafa tölu sérstaklega þá norðan til í Hnúkaþey. Þannig að það nú svona það sem framöndan hjá okkur. Það verður norðanátt ríkjandi hjá okkur næstu daga með úrkomu á morgun þá norðan og vestan til á landinu. Þetta svona slitrótt úrkoma. Hiti almennt séð í kringum núllið en síðan ætti nú að létta til á föstudaginn þá bæði hér sunnan og vestan til á landinu. Svo þetta gott að vera í bili. Verið sæl.